Þá ætlum við að fá fréttir úr Flóarhreppnum. Ragnar Sigurjónsson kominn til mín, blessaður og sæll. Já, góðan og blessaðan daginn. Þú ert sumarlegur, út bara á bálnum. Það þýðir ekkert annað, það er... Með bandaríska fánan? Já, hann er góður. Ertu eitthvað að fylgjast með Cup America, fótboltanum? Ég sára lítið. Leikirnir eru svo rosalega seint. Já, maður þarf að þyrfti að vera einhvern tíma á öðrum tíma á fótum. Já, heldur bá kaffi og... Já, svo náttúrulega önnur veisla framöndan, sko, sem að skiptur okkur miklu máli. Já, ég er svo spenntur. Það er svo margt sem að hefst núna á föstudaginn. Það er EM í fótbolta, það er kótilettan. Kótilettan er ekki slæm. Það er bullandi veisla. Já, og svo er náttúrulega á föstudaginn góður dagur. Föstudagur er alltaf góður, en... Þessi dagur er alveg mjög sérstakur. Þá býtum við af hverju? Það er bara villanir til að ég á afmæli og ég bara fer fram á það að landsliði gefur mér stig í afmælisgjöf í fyrsta leiknum. Já, fyrsti leikurinn er 14. Já. Áttu afmæli 10. 14. Já, 14. Já, það er ekki föstudagur. Nú er það ekki? Nei. Þriðjudagur. Það er þriðjudagur. Já, alveg rétt. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Já, hann byrjar á föstudaginn. Mótið hefst á föstudaginn. Já, það eru frakkar að taka á móti Rúmenum eða ekki? Einhvers dag var ég með þetta að skrifa hérna, en jú, allir það ekki. Það kemur í ljós. Já, ég ætla að fara nánar í það. Það lemur í kjós. Þetta er allt í góðu, bara áfram dagskrá en... Ég er með þetta hérna. Frakkland-Rúmenía. Ég sagði það. Klukkan 19, opnunarleikur. Já, ég sagði það. Það verður eitthvað stemning, maður. Það verður rosalegt. Og síðan það 14. júní, Portugal-Ísland, klukkan 19. Já. Það er glæsilegt. En hvað er annars að frétta, það er ekki minn? Bara allt gott og nóg að gera og bara ég held að menn séu farnir að flestir búin að setja niður kartöflu nema ég ætla að gera það á eftir. Já. Klára það, þessa bláu. Það er tími til þess núna. Já, og svo eru menn svona bara held ég að fara að undirbúa fyrsta slátt, sko. Já. Mér sýnist á öllu, það er rosalega mikið spretta og ég ræddi við bónda núna á dögunum og hann sagði mér það að það var allt hálfu mánuð undan hjá þeim. Þetta var ekki svona í fyrra. Nei. Það var aðeins kaldara loftið. Já, dálítið. En það er búið að vera góð tíð núna síðustu vikur. Já, þetta er bara yndislegt og verður eitthvað áfram. Já. Aðeins svona á morgun gæti ringt. Það er bara gott. Já, fínt fyrir gróðurinn. Og svo kemur sólinn og hann fyrir alltaf fullt. Já, mér finnst þetta nú á mikið ef maður fann að slá tvisar í viku, það er eiginlega einum á mikið. En það eru bara gleðifréttir fyrir bændur og uppskjöruna. Það er náttúrulega gleðifréttir, já. Ekki veitir af að hafa nóga hegjum. Algjörlega. Ég sé hérna eina á Áveitan sem er komin út að þurfum aðeins að minnast hérna á reiðnámskeið Sleipnis. Já, það er stórt dæmi, mjög flott reiðnámskeið hjá Sleipni. Já. Oddný Lára er þar hérna allsráðandi og... Hún er menntaður hestafræðingur. Já, hún er bara mjög flink. Já. Og enda lifur og hærist í þessum hestum með milli þess að vera í ykkur í barnauppeldi. Já. Og það er hægt að ég fyrir 6 til 8 ára, það er 5 daga námskeið og það er núna 7. til 10., 8. til 12. ágúst og 15. til 19. ágúst og svo er fyrir 9 ára eldri og það hefst núna 13. júní og það er ennþá að skrá sig. Já, það er bara þetta er bara einfalt, það er odnilaura@floaskoli.is. Já, að gera að hafa samband og þetta eru flott námskeið og ég veit krakkar sem að fara á þetta eru mjög hamingjusöm með þetta. Já, algjörlega. Skólinn náttúrulega komin í frí. Skólaslitt í Flóaskóla. Já, það er allt saman komið og við fengum hérna, það var úrtaka fyrir landsmót, við fengum 2 fulltrúa Flóahreppur á það. Já. Unga efnilega knappa stráka sem að skutust inn. Það er frábært. Og mér fannst svolítið skemmtileg saga hjá öðnu þeirra að pappa sagði vera frostmerkja hross og hérna hann sér að sláturhúsbíllinn er komin á staðinn til að taka fullt af öðrum hrossum og hann leiti yfir hópun og spurði má ég fá þennan? Já, sagði maðurinn og hann fekk þetta hross og nú er þetta hross komið inn á landsmót. Já. Það er ekkert öðruvísi. Hann hefur heldur betur hitt á
á góðan hest. Já, hann er náttúrulega með auga fyrir þessu Já. og hérna strákurinn er góður. Já, ég minna það þarf að vera góður knappi. Já, til þess að geta gert eitthvað úr þessu og þeir eru duglegir þessi strákar sem eru að fara landsmót úr Flóareppi. Þetta er frábært. Þannig að hestamennskan er mjög öflug í Flóareppi. Já, hefur það ekki alltaf verið? Jú, það eru þarna náttúrulega margir þekktir bæði knappar og hestar sem á komið. og ræktunarbú mörg flott mikið að góðum og fínum hestum og svo náttúrulega, já, eins og maður segir, það er bara frábær starf sem við verðum að vinna í þessu. Það er auðvitað landsmót hestamanna núna í sumarhaldi á Hólum í Hjaltadal. Já. Það er aldeilis glæsilegu staður. Já, þeir segja að það sé alveg nauðsynlegt að fara þangað og fíla svona ekta landsmót. Já. Og vera svona í tjaldi og fíla það. Já, fíla það sko. Já. Þetta er svona alvöru. Svo er það máli nefna það er hreinsunadagur í Einbúa núna sunnudagskvöldi 12. júní. Já, það er okkar svæði sem að hérna ungmennafélagið á. Já. Og ætlum okkur stóra hluti þarna. Og nú á að fara á sunnudaginn og reynsa og gera fínt. Á sjálfsögðu. Dásanlegt. Já. Og síðan er það ungmennafélagið Þjótandi sem heldur leikinámskeið fyrir krakka 6-12 ára núna og hefst á morgun 9. júní. Já. Það má ekki klikka á því. Örvarat Flóaskóli. Örvarat duglegur. Já, duglegur drengur. Já, þeir eru svona þarna tveir, Árni Geir og hann er svona íþrótt álaðnir okkar. Já. Það er nauðsynlegt að hafa svoleiðis menn í kringu sig. Já, þeir svona hvetja alla áfram og eru duglegir. Herðu, við förum ekki nánar, það er náttúrulega nóg framundan í Flóanum en við geymum það fram til næstu viku. Það er auðvitað 17. júní og fleira. Já, hann kemur alltaf. Það er alveg saman hvað við gerum, hann kemur alltaf. Já. Þetta er flott. En þú ert orðinn spenntur fyrir EM? Já. Ertu búin að kaupa þér íslenska búningin? Nei, ég þarf þess ekki. Það setur fyrir fram að sjá og beimi á sér. Ég er bara áttur að ganga frá einni tengingu svona svo ég fá þetta á íslensku en ég náttúrulega með disk og get séð þetta náttúrulega bara á BBC eða ITV, það er ekkert mál. Þetta er allt free to air eins og sagt er. Þú ætlar að vera í besta setinu? Já, ég ætla að gera það. Eða reyna það, ég náttúrulega bara sér bara hvernig vinna og allt það fer saman. Já. En með Evrópukeppnina, hvaða lið hefur þú svona verið að styðja í gegnum árin? Í Evrópukeppni? Já. Það er náttúrulega haldið með Frakklandi og þessum stórum þjóðum, en nú eru við hættir að halda með þeim, nú haldum við bara með Íslandi. Já, nú er komið nýtt lið með svipaðan lit. Já. Það er Ísland. Já. Það sjálfsögðu. Já. England, aðeins að fylgjast með þeim eða ekki? Jó, maður náttúrulega horfir á því að þeir náttúrulega konum með þarna öfluga tóa framherja í liði, sko. Já. Frá ákveðnu liði? Já, ekkert að skamma sig fyrir það. Frá United? Já, það er flottir. Heldur betur. Já, og englendingar hafa verið að gera ágætis hluti í þessum vináttuleiki sem við að spila. Já, en eins og hefur verið síðustu mót að þá, þegar á mótið er komið að þá eins og eitthvað gerist. Já, það vantar gredduna. Það er eitthvað. Við vonum að hún verið til staðar hjá okkar mönnum. Já, ég held það nú, en það sástu það í síðasta leik sem að spiluðu, sko. Það var allt annað lið sem heldur spila á móti normönnum, sko. Já. En það var það bara, og þessi leikir er náttúrulega bara til þess að passa sig að meiðast ekki, af því að það er vont að missa menn í meiðsli á þessum tíma. Algjörlega, og líka bara til að komast í svona smá form. Já. Leikform. Nákvæmlega. En þetta verður gaman, við séum bara áfram Ísland og góða helgi sem framöndan er. Við heyrumst eftir viku. Gerum það.